Kafli, hei. Túnið á Hörgshóli orðið vel sprottið og þurrkurinn sem beðið var eftir nú kominn. Þegar þurrkur allt kapp lagt á að ná eins sem mestu af töðunni. Jón húsbóndi ekur hring eftir hring með sláttuvélina aftan í dráttavélini og alltaf stækkar slæjan. Gísli hamast með litlu dráttavélina og heiðþyrluna við að snúa elstaflekknum, því það hei á að hirða í dag, ef hann skyldi nú ekki hanga þurra morgun. Enginn liggur á lífi sínu, enda sér hver heilvita maður að nóg hei forsenda þess að skepnurnar fái nóg að gjöf í vetur, og á skepnu lifa bændur jú. Þess vegna ekkert spurt hvað klukkan sé, eða hvort menn orðnir þreyttir, því sjálfsagt að gera það sem gera þarf þegar brakandi þerririnn blæsi í hegið. Gugga gamli komin út á teig með hrífuna sína og lætur Höllu og Gutta hjálpa sér. Gugga virðist ekki alveg verið í takt við þennan nýtísku vélabúskap. Hanna róin mín, segir hún við krakkana, beri nú þetta af ljánum upp úr skvampunni upp á rindan, þar sem snegra þar blæs betur í það. Við snúa þessu bara með vélinni, Gugga, reynir Gutti að malda í móinn, því hann nennir varla að bambra blautri nýsleginu töðunni í fanginu upp á hólinn. Svona góurinn, segir Gugga og snýr ekki aftur með sitt. Dreifðu þessu vel upp á rindanum þar sem betur blæs í það. Sjálf saxar hún í föng niður í kvosinni og alveg furðulegt hve mikið hún getur borið með hrífunni í einu fangi án þess að slæða niður einu einasta strái. Gugga sönglar eða tautar eitthvað fyrir munni sér. Stór fallegur hrafn svífur hátt í lofti yfir túninu á Hörgshóli og krunkar. Það í honum þerri hljóðið honum krumma, segir Gugga gamla. Hann lygnir í lofti og bomsar í honum. Hann veit nú lengra en nefans nær. Ígils verður spáfugl krummin. Veit nú lengra en nefans nær. Það bomsar í honum, það veit á þerri. Hann kom til að segja okkur að þerririnn haldist á morgun. Kallaði kallmennin í kaffi, Gutti minn, kallar Valgerður út eldhúsgluggann. Krakkarnir ekki seinir á sér að hætta þessum heipurði fyrir gömlu konuna. Gugga, Valgerður var að kalla í kaffið, segir Halla. Gutti hleypur niður á tún til pappa síns. Kaffi! Gugga kemur ekki inn í kaffi með einum. Hún var ekki vanin á að láta mat ganga fyrir vinnu þegar hún var að alast upp. Hummandi röltir hún upp á hólinn aftur og aftur með fangið fullt af blautu heyi og dreifir samviskusamlega úr því þar. Hún ofreynir sig á þessu blessu gamla konan, segir Valgerður, hún horfir út eldhúsgluggann. Getur ekki sagt henni, Jón minn, að þetta muni engu, við snúum þessu með vélinni. Geir, segir Kímin. Hún heyrir fornöldinni til, blessaður hróið. Annars ég vissum að hún að galdra með þessu. Augun í Gutta verða galopin. Galdra? Já, heyrur það ekki að hún hefur alltaf yfir einhverja galdra þulu sem hún romsar upp úr sér í hálfum hljóðum á leiðinu upp á hólinn, gegnum másið og pústrana. Og svo aðra þulu þegar hún rambar ofan hólinn. Ég skal segja þér, Gutti, að heljarstór karl sem heygður var þarna í hólnum í fornöld, að hann þarna ennþá. Hún Gugga að ná sambandi við hann. Hún að særa hann út úr hólnum. Gutti starir spenntur á Geir. Það var ekki ónýtt að fá hann í heiskapinn, maður, heldur Geir áfram. Hann með gamalt ryðgað sverð og svo á hann fulla kistu af gullpenningum. Hann hét Úlfur hinn grimmi þegar hann var lifandi. Nú hann bara draugur. Heldur það verði ónýtt að fá hann til að hirða með okkur í kvöld? Hann svo sterkur, skal ég segja þér, að þegar Gugga búin að magna hann upp. Æ, hættu nú þessu bulli, góði minn, segir Valgerður, en getur ekki að því gert að brosa að þvælunni og stráknum. Við skulum frekar koma okkur út að vinna. Hún Gugga blessunin hefur víst séð tíman að tvenna. Það var nú ekki verið að slæpast í gamla daga. Þá var nú að duga eða drepast.
Þið þvoið upp krakka mínir eftir kaffið. Valgerður setur á sig vinnuvettlinga og sest upp á gömlu dráttavélina. Í dag á að hirða elsta heyið. Valgerður ætlar að snúa því einu sinni enn. Þegar Geir fer út, þá kallar hann til Guggu. Veistu, Gugga, að þessi hóll talin vera dys úlfs grimma. Menn hafa oft séð hann hér á hólnum nætur að sveifla sverði sínu og telja peninga. Heldur þið ekki að hann gangi aftur öskurauður ef þú haugar öllu þessu blauta heyi ofan á hauginans? Geir gengur hálfpartinn aftur á bak, horfir brosandi til Guggu, sem þykist ekki heyra glósurnar frá stráknum og lítur ekki upp. Geir farin að skelli hlæja, horfir ekki fram fyrir fæturna á sér og dettur í þessu stein, beint í bæjarlækinn. Rennblautur bröltir hann á fætur. Sagði ég ekki að hún væri göldrótkellingin? Elsku Geir minn, segir Valgerður, ef hún kemur auga á hann svona rennandi blauta. Hvað kom ég það fyrir? Mittur þig? Hún sendi bara úlf grimma á mig, svo gamla, svaraði hann. Hvað ert að segja, drengur? Já, það ekki gaman að þessu, Valgerður. Halla og Gutti hafa hort á allt út eldhúsgluggann og flissa. Ekki leiðist þeim við uppþvottin í þetta sinn. Halla og Gutti eru verkefnalaus í þessum vélabúskap. Þau eru eiginlega allstað fyrir. Þau eyður át í hlöðu sem nú nærri tóm, róla í löngum böndum, hangi niður úr rjáfri. Það er ofsalega gaman að róla sér í henni. Hún fer hægt fram og aftur, langt inn í hlöðu og svo fram að hlöðuopinu. Man kitlar í magan. Þau skemmta sér við þetta nokkra stund, en svo fá þau leið á því og rölta út. Þau ganga út að kirkju. Halla hefur aldrei séð inn í litlu kirkjuna á Hörgsóli, svo Gutti stelst til að sýna henni inn. Þau horfa á fallegu litlu altaristöfluna og skrautmálaða prédikunarstólinn. Svo er þarna lítið gamalt orgel. Halla styður ofurvarlega á eina nótu bara til að heyra svona pínulítið, en það heyrist ekki neitt. Það þarf að stíga pétalana, segir Gutti. Og til hvers? Til þess að dæla lofti, þá heyrist. Þau líta flóttalegi kringum sig. Þau vita að þau eiga ekki að vera að þvælast þarna, en það veit áreiðanlega enginn þótt þau freistist til að prófa bara aðeins. Halla stígur á pétalan eins og Gutti sýnir henni og ýtir á eina nótu. En fallegt, segir Halla. Kanntu nokkuð að spila, Gutti? Nei, segir Gutti, bara orgalekarinn. Hvaða lag varst að syngja út í hlöðu áðan, Gutti, þegar við vorum að róla okkur? Ha, ég? Ég var bara bull eitthvað upp á mér. Ég man hvernig það var, segir Halla. Ég hef fundið það út á orgelið ef þú stígur pétalana. Gutti skríður á 4 fótum undir orgelið og dælir með höndunum meðan Halla reynir að finna út á orgelinu lagið hans Gutta. Gutti syngur hástöfum með. Þau gleyma sér alveg við þetta. Þetta var allra skemmtilegasta lag. Allt í einu fá tónleikarnir snöggan endi. Jón húsbóndi stendur í kirkjudyrunum þungur á brún. Halla, hvar er Guttormur? Gutti bröltir undan orgelinu, all skömmustulegur. Hvað á þetta að þýða að stinga svona af og tínast? Þú átt nú að vita það, Guttormur, að heyið þarf að nást inn. Á hverju ætlar þú eiginlega að fóðra kindurna þínar í vetur? Ætlar þau bara að syngja fyrir þær þegar þær eru svangar? Heldur þær fitna því? Það er greinilegt að listsköpun á ekki samleið með heyskapnum. Krakkarnir elta Jón húsbóta eins og 2 litlir hvolpar þar sem hann stikar út. Við erum að byrja að hirða og þið eigið að vera í hlöðunni, segir hann. Svo munið eftir að sækja beljunar. Halla og Gutti reyndu nú að vera jafndugleg og hinir og stóðu sér raunar vel við að tróða í hlöðuna og heiði náðist allt inn fyrir miðnætti. 6. kafli Smala reið. Sjaldan hefur heyskapurinn gengið jafnvel á þetta sumar, enda voru allir kátir. Það var bakaður bunki af pönnukökum þegar búið var að hirða allt. Það heitir töðugjöldin. En það sem krakkarnir í þessari sveit vita skemmtilegast er smala reiðin.
Einu sinni á hverju sumri fara þau öll saman í smalareið og leggja til nesti í smalabú. Þetta er gamall siður sem enn er haldið í. Í gamla daga riðu unglingar út á sunnudegi 15. viku sumars. Þetta voru leifar hátíðarhalda á Þorláksmessu á sumri, 20. júlí, sem aflögðust í nýja sið. Á smalareiðardaginn er alltaf safnast saman á Hörgshóli og byrjað á að fara til kirkju. Krakkar koma ríðandi allstaðar að. Halla og Gutti eru búin að sækja hestana handa sér og Gísla. Presturinn, hann séra Guðmundur, er auðvitað mættur, búinn að fá kaffibolla hjá Valgerði og komin út á hlað til að rappa við krakkana. Hann er svo skemmtilegur. Klukkan 10 fer öll heila hersingin út í kirkju á Hörgshóli. Það er alveg á mörkunum að litla gamla kirkjan rúmi allan þennan hópa á krökkum. Kirkjan okkar full af smölum, segir séra Guðmundur þegar kyrð er komin á hópin. Þau syngja öll einn sálm. Jæja, segir prestur, þið eruð öll með nesti fyrir smalabúið, er það ekki? Jú, allir eru með nesti. Og hafa ekki allir hest? Jú, allir hafa hest. Hestarnir ykkar eru tamdir, er það ekki? Er nokkur hér á ótamdum hesti? Auðvitað eru þeir misgóðir og mishlýðnir, en allir hafa þeir þurft að læra að hlýða. Og þeim þykir bara gaman að hlaupa með ykkur á bakinu á sér, er það ekki? En samt eru það þið, en ekki hestarnir, sem ákveðir hvert á að fara, hver hratt á að fara og jafnvel á hvaða gangi hestarnir eru. Hesturinn beygir þegar þið viljið, stöðvast þegar þið viljið, hesturinn finnur meiri sig að öryggi í að hlýða. En hvað gerist nú ef tveir fara að stjórna sama hestinum? Annar togar í tauminn og vill hægja og beygja til vinstri, hinn slær í og vill beygja til hægri. Hvað gerist þá? Ég er vissum að hesturinn verður ruglaður. Hann veit ekki hverjan á að hlýða og verður óöruggur. En krakkar, hafið þið nokkuð tímann hugsað út í það að þetta getur komið fyrir okkur, að tvö andstæð öfl togast á. Tvö andstæð öfl vilja oft láta okkur hlýða sér. Við höfum öll þurft að læra að hlýða einhverju þegar voru lítileg, það ekki. Það má til dæmis ekki smíða diskinn sinn með hnífapörunum sínum. Það má ekki hvolfa úr mjólkuglasinu sín yfir borðdúkinn eins og enn og gaman að sjá alla spretta upp frá borðinu. Það má ekki býta litlu systur sína. Það má ekki fylla bakarofnina dóti og kveikja svo á og baka dótið. Við vitum að það borgar sig að hlýða þau öllu þessu. Við hlýðum ekki af því að við erum hrættum að vera lamin. Við vitum bara að við erum að gera hið rétta með því að hlýða þessu. Vitið þið hvað? Við finnum öryggi í að hlýða, því sem við vitum að er rétt. Vissan, þetta má, hitt má ekki, gefur okkur visst öryggi. Börn sem aldrei þurfa að hlýða neinu, þau verða óörugg og lenda oft í vandræðum. Það er sem sagt þægilegt, einfalt og örugt að hlýða. En þá vaknar stóra spurningin. Hverju og hverjum ætlum við að hlýða, krakkar? Við berum nefnilega sjálf ábyrgð á hverju og hverjum við ætlum að hlýða í lífinu. Segðu mér eitt, látið þið hvert sem er stjórn ykkur, gerið þið dómgreindarlaust allt sem ykkur er sagt, hvað svo sem það kann að vera.